verkefni 18 flokkun á blaðsíðu F34 í Excel. Ég ætla að byrja á að setja textaútlit á hólfinn C13 til C17 og þá fer ég hér í number og smella á text. Síðan þarf ég að skrifa inn hér 0 til 20 og 21 til 40, 41 til 60, þetta er bilið á milli sem ég vel hér. Ég útskýri þetta betur á eftir. Og 91 til 100. Ef þið veljið ekki textaútlit þá getið þið fengið einhverjar tölur eða jafnvel dagsetningar eða eitthvað annað. En þetta er bilið og hérna eru endamörkin 0 til 20, 21 til 40 og svo framvegis. Og hér er eyða, athugið það. En nú ætla ég að setja frequency fallið þar sem flokkar tölurnar í talnasafninu og þá setjum við þetta svæði í flokk. Þetta er svokallað array fall, þannig að við þurfum að við getum ekki sett inn formúlu og afrita hana. Þannig að við setjum D13 til D17 í flokk og við förum í FX-knappinn og þá hvort ég með frequency fallið, nei, það skrifa hérna frequency og það er hér, hérna, og hér set ég svæðið og hér set ég endamörkin til D17. Ég tek líka neðsta hérna þó að sé engin tala þar. Það er A1 til F10 og B13 til B17. Hér má ég ekki smella á OK eða ýta á Enter, heldur þarf ég að halda niðri samtímis, Ctrl Shift og ýta á Enter. Sjáðu, þá fæ ég hérna, það eru 21 tala í safninu á bilinu 0 til 20, 10 á þessu bili og svo framvegis. Þannig að nú ætla ég að vista og svo ætla ég að útbúa myndrit eða svona stöplarrit í öðru myndskeiði.